Og við byrjum á alvöru neglu, en ekki annað hægt. Heiðar Guðjónsson, fjárfestir og hagfræðingur sestur hérna til minn. Heiðar, takk fyrir að koma og velkomin. Já, takk fyrir og takk fyrir þessa kynningu. Já, bara þú náttúrulega ert hérna fyrirlesurunum, ert hérna á eftir undir því sem að kalla dýrtíð á Íslandi, sem að svona pælingin þar að svona opna umræðuna hvernig ég bara hreinlega gengur að reka fiskvinnslu á Íslandi í dag og eins opin spurning og þetta verður. Hvernig gengur það? Já, og þá bara samkeppnisumhverfið svona lykilþáttur. Ég meina, skattlagning á Íslandi öðruvísi heldur en í samkeppnislöndum? Aðgangur að fjármagni öðruvísi? Svo ég tala ekki svona grunninn í rekstrinu, bara aðgang að hráefni, stöðugt aðgengi að hráefni og svo framvegis. Þannig að þá ræða þetta fram og tilbaka og yfirskriftin hérna dýrtíð, það vegna þess að við erum búin að búa til dálítið þannig samkeppnisumhverfi að laun hér eru alltaf þrefalt hærri heldur en í samkeppnislöndum sem eru að vinna sambærilegan fisk. Skattar yfirleitt helmingi hærri, meira að segja tekjuskattar einstaklinga, alltaf helmingi hærri. Þannig að strax í upphafi þegar menn fóru að horfa ekki bara í fiskvinnslu, heldur bara almennt á rekstur á Íslandi sem í samkeppni við lönd innan Evrópu og ég tala nú ekki ef að horft til Austur-Asíu, þá dálítið erfitt að láta dæmi ganga upp hérna. Svo náttúrulega líka að því að það hefur gengið svo vel og náttúrulega sjávarútvegurinn mörgu leyti svona kannski sú grein og svo bara atvinnugrein á Íslandi sem hefur nýtt sér svona tækni og nýsköpun hvað mest. Við höfum náttúrulega verið rosalega bara færi því. En það er náttúrulega líka orðið til þess að fólki hefur þá fækkað í greininni og þetta verður kannski dýrara eða hvað því maður vildi halda að það myndi vera ódýrara en verðmætasköpunin verður meiri en svona hvernig hefur öll þessi nýsköpun komið inn í þetta þegar við erum komið þetta langt á leið? Já, það ævintýralegt að horfa á bara framþróunina síðastliðin 30 ár. Við horfum bara á þorskafla að núna, að því að við höfum verið með ábyrga stjórn á veiðum, að þá erum við með mest af aflanum í Norður-Atlantshafi sem við komum með á næsta og þarnæsta ári. Það voru norðmenn sem voru miklu stærri en við, það voru rússar sem voru miklu stærri en við, en þeir eru að minnka. En aðalmunurinn liggur í því að við erum að nýta 95–97% af hráefninu. Og fyrir 30 árum síðan vorum við að nota 40–50% af hverju kílói sem var veitt, 60% fór forgörðum. En núna verið að nýta 95–97% og í alls konar afleitar greinar, ég meina í textíl, í lyfjaiðnað og svo framvegis, þar sem virðisaukin, þar sem verðmætasköpunin miklu meiri. Þannig að það það sem að lyfta okkar svona útgerð og fiskvinnslu upp á annað plan, þannig að samkeppnishæfnin hún ennþá til staðar. En hvernig þá að við tölum samkeppnishæfnin til staðar og bara ætti að verða bara enn meiri með þessi frábæri fyrirtæki sem við eigum og við nú ræða við til dæmis Marel á eftir. En þú kannski vísaðir vissulega að því svona í innganginum en samkeppnisumhverfið versus samkeppnishæfnin. Já, og samkeppnisumhverfið og það verður rætt á eftir, það náttúrulega gjaldmiðillinn hjá okkur, ræður einhverju það. Við erum að keppa við lönd sem búa við mjög stöðugan gjaldmiðil og ég meina við skoðum bara eins og fiskvinnslu í Póllandi, þó að þeir sem pólska slottíið þá hefur það verið stöðugra heldur en íslenska krónan. Ef við skoðum vinnslu eins og Írlandi þar sem þeir eru með evruna eða vinnslu á Spáni þar sem þeir eru með evruna þá hefur samkeppnisumhverfið líka verið mun stöðugra. Þannig að auðvitað spilar hérna gjaldmiðillinn eitthvað inn í og það sem ég finnst áhugavert með eins og íslensku krónuna, það að öll stærstu útflutningsfyrirtækin hér hafa yfirgefið krónuna. Ég meina Landsvirkjun ríkisfyrirtæki var fyrsta ríkisfyrirtækið árið 2007 til þess að taka upp dollar. Og það að vissu leyti bjargaði Landsvirkjun þegar hrunið gekk yfir hérna 2008–2009 vegna þess að þá brutu þeir ekki skilmáli í lánasamningum vegna þess að eignir og skuldir voru í sömu mynt. Og síðan hafa í kjölfarið fylgt á eftir, ég meina Icelandair gerir upp í dollar stærstu ferðaþjónustufyrirtækin en líka eiginlega öll stóru iðnfyrirtækin. Þannig að þetta spyr maður sig, ég meina nú eru útgerðirnar komnar yfir í evrur flestar hverjar, Samherji gerir upp í evrum og Brim og síldavinnslan og svo framvegis, en eiga landvinnslurnar líka að gera þá upp í evrum eða pundum eða í dollar eftir inn á hvaða markað þau eru að selja. Og það eitthvað sem verður rætt á málstofuna á eftir.
Hvað svona fyrir okkur sem notum evrur og dollar mest í að bara kaupa okkur kannski skó í útlöndum? Af hverju fóru þær í þetta? Svona kannski smá svona útskýring fyrir okkur? Já, vegna þess að alla tekjurnar eru í erlendri mynt og lánin þar að leiðandi, það var hagstæðara að taka lán í erlendri mynt heldur en í krónum og áhættu minna vegna þess að þú varst alltaf með örugt tekjuflæði til þess að greiða af lánunum og það var þá í sömu mynt. Og þá smá saman hreinlega bæði ódýrara og áhættu minna að skipta uppgjörsmynt. Og þetta á við sérstaklega í útflutningi. En þá má auðvitað taka spurninguna aðeins lengra og ættu önnur fyrirtæki sem eru hugsanlega í innflutningi eða fyrirtæki sem eru ekki með gjaldeyristekjur, ættu þau líka að gera upp í annarri mynt. Og það svona stærri spurning. Ert þú með einhverja skoðun á því? Já, ég hef búin að vera með sömu skoðun á því í yfir 20 ár. Ég finnst bara að sjálfsögðu ætti að vera gjaldmiðla frelsi, en svona gagnvart því að það væri ekki ringulreiði hérna, þá ætti lögurir á Íslandi sem að borga skattana í og svo framvegis, að mér finnst að það ætti að vera bara besta myntin hverju sinni. Já. Og besta myntin í heimi í dag dollar og meir en helmingur heimsviðskipta fer fram í dollar. Þannig að skipta úr dollar yfir í evrur eða yfir í pund eða svissneska franka, það gerist á augabragði með mjög litlum tilkostnaði og meðan að nota krónur, það hefur mjög mikinn tilkostnaði í för með sér. Hvað það sem svona aftarar þessari hugmyndi þinni? Já, það fyrst og fremst stjórnmálamenn og embættismenn. Þeir fá mikil völd í gegnum það að vera með eigin seðlabanka sem gefur út mynt og geta þá prentað peninga ef það vantar peninga og þetta býr auðvitað til ákveðið svona afhaldsleysi hjá stjórnmálamönnum og embættismönnum. Þannig að ég held að fyrir hagsmuni almennings þá verið miklu betra og hagsmuni fyrirtækja og allra að vera bara með alþjóðlega mynt sem viðtekin hvar sem í heiminum. Svona tækifærin sem eru ennþá og náttúrulega standa einhvern veginn alltaf, bara svona eins og þú náttúrulega mjög svona mikið á alþjóðavísu í þínum geira. Hvernig horfir svona heimurinn hingað núna? Já, heimurinn náttúrulega svolítið komin á hvolf eftir að Donald Trump fagnaði frelsisdeginum 2. apríl sem var algjör öfugmæli eins og margt annað hjá honum. Já. Og ég vona nú bara að Seðlabanki Bandaríkjanna dæmi þessa tolla hans ólöglega. Já. Vegna þess að fara svona í tollastríð, það alveg sama hvar fólk hefur lært hagfræði, hvort það sé í Austur-Þýskalandi, í Rússlandi eða á Vesturlöndum, að það vita allir að tollar eru skaðlegir og tollar riðla samkeppnisstöðu og skapa sóun. Þannig að ég vona svo sannmannlega að þessi tollamál fari í fyrra horf. Og við þessi lítið land, við erum rosalega háð utanríkisviðskiptum. Það 40-45% af okkar efnahag snýrað útflutningi, en ef við skoðum Bandaríkin þá það kannski 10-15%. Þannig að ef það eitthvað riðlast í alþjóðaviðskiptunum þá hefur það 3 sinnum til 4 sinnum meiri áhrif á okkur heldur það hefur á þá. Þannig að þetta svolítið hættulegu leikur finnst mér sem þeir eru að spila, en hann kemur sérstaklega illa við okkur. Já. Þetta svona, fólk lesa þessar fréttir og margir sem átta sig á hversu, svona allan í hljómnum hversu alvarlegt þetta en svona þegar þetta virkilega að skoða, þá þetta mjög alvarlegt fyrir íslensk útflutning. Já, þetta það og áhrifin kom ekki fram yfir nátt, en áhrifin koma fram yfir svona ákveðin tíma vegna þess að það hættu við fjárfestingar, smá saman verið að draga úr vægi þessarar atvinnugreinar hér að því að komi tollur á hana og verið að ýta undir aðra atvinnugrein sem einhverju hluta vegna kannski sleppur við toll. En svo eins og ég á vona og þetta breytist aftur í fyrra horf, þá þarf líka að færa atvinnugreinarnar svolítið í fyrra horf. Þannig að þetta riðlar svona skipulagið og minnkar verðmætasköpun hjá okkur. Hvað svona, þú veist að við erum að tala um sjávarútveginn og hagfræði og hagsæld. Hvað þetta hér allt sem við erum að tala um í dag stór hluti af íslensku hagkerfi? Þetta gríðarlega stór hluti vegna þess að þetta svolítið grunnurinn og það má segja að sjávarútvegur hafi skapað forsendur þess að byggja upp hér vegi og hafnir og annað. Og svo þegar vegirnir og hafnirnar voru komnar að þá hægt að fara í orkuuppbyggingu. En þannig að svona fyrstu skrefin voru stigin í kringum sjávarútveg, það má ekki gleymast. Og allt vinnur þetta saman. Þannig að flutningar til og frá landinu byggja miklu leyti á því sem sjávarútvegurinn hefur lagt kjölfestuna í. Og svo þegar maður horfir á það að hvernig framtíðin að eftirspurn eftir orku alltaf að aukast, við þekkjum það, umræðum gagnaver og annað,
En eftirspurn eftir orku fyrir fólk bara í formi heilnæms próteins líka alltaf að aukast. Og við sjáum bara hvernig heimsbyggðin að breytast þegar það verið að lyfta fólki úr sárri fátækt á gríðarlegum hraða. Við erum 8 milljarðar í heiminum í dag og síðustu 15 árum hafa búið að lyfta 2 milljörðum úr sárri örbyggð upp í miðstétt. Og þetta allt fólk sem vantar heilnæma góða orku og það bæði fiskeldi en ekki síður sjávarútvegur að veiða villtan fisk, alveg gríðarlega verðmætur. Þetta mjög áhugavert það sem gerst bara eiginlega á allra síðustu árum sérstaklega eins og með Kerecis og svo bara þessa drykki og Unbroken og bara svona vörur sko. Við höfum lengi verið að nýta, flestir þekkja nú bara harfiskinn sem kannski svona ennþá krem til að krem þegar kemur á svona afleitum prótíni, fyrir utan náttúrulega bara þorskknakkan sjálfan. En svona síðan þetta, það virðist vera einhvern veginn, hvað maður að segja, þetta kannski 5, 6, 7 ára, 8 ára eitthvað svona sko, en maður veit, það hljóta að vera ennþá meiri tæki fyrir þarna líka. Já, það var verið að veita verðlaun, nýsköpunarverðlaun í morgun, þar sem verið að nota ýmiss konar tækni til að bæta bæði leita fiski, veiðar á fiski, vinnslu á fiski og líka búið haginn fyrir einstaka vörur, nýjar vörur sem koma út úr aflanum. Og ég hef ekki ímyndunarafl eins og þetta fólk sem að fá þessi nýsköpunarverðlaun, en ég meina þetta alvöru nýsköpun, alvöru framþróun og gríðarlega spennandi svona verðmæta aukning. En allt byggir þetta á því að það fiskur hérna í kringum okkur og það þarf að sækja hann á ábyrgan og hagkvæman hátt og svo að passa það að það fari sem minnst til spillis. Og við erum í einstakri stöðu hvað það varðar í alþjóðlegum samanburði. Þetta nefnilega mjög áhugavert ef þú varst að segja með fjölgunina yfir í miðstétt, þegar félagi minn Björn Berg Gunnarsson sagði mér nú einhvern mann sagði mér frá fyrir svona 5 árum síðan sko, síðan þegar þú segir þetta núna og ringir þetta svona bjöllum, að þarna ef einhver nokkuð tíman efaðist eftirspurnina. Og hún svo sannarlega til staðar því að það þarf náttúrulega að fæða þetta fólk. Akkurat, og prótein einhver heilnæmasta fæða sem maður fær og þegar maður skoðar eins og það sem flestir hafa lyfst upp úr örbygð í Suðaustur-Asíu, þeir borða ekki svona mikið af hrísgrjónum af því að þeir elska hrísgrjón. Það bara ódýrasti maturinn og það kolvetni. Og ég hef verið mikið í Asíu og í tengslum við olíuleit og annað sem ég stóð í með aðilum frá Kína. Þeir raun og veru, ef þeir hafa efni á próteini þá borða þeir alltaf prótein og þeir vilja alltaf betra og betra prótein. Og við höldum mörg hver hér að við horfum svolítið til Bandaríkjanna að fólk bara vilji helst ekki borða fisk. En fiskur svona lausnin að því að fæða heiminn af próteini. Kolefnisspor fisks, framleiðsla á fiski svo miklu fiskipróteini, svo miklu hagkvæmari heldur en á sérstaklega nautgripapróteini eða lambapróteini eða svínapróteini. Þannig að þetta leiðin til þess að gefa heimsbyggðinni hágæða prótein. Og svo náttúrulega annað sko, nú búið að færa svona hvað að segja, en áhugaverðasta nýsköpunin og nálgunin í fiskveiðum náttúrulega veiðan á þurru landi og náttúrulega svona að grínast með landeldið. En það náttúrulega bara verið að framleiða ógrynni af laxi sem líka prótein. Já, kannski má líka þessu við landbúnaðarbyltinguna. Í staðis að vera að veiða dýrin að fá að svona húsvenja þau og ala þau heima fyrir. Og kannski þetta bara landbúnaðarbyltingin með fisk sem verður þannig að hvort sem að fiskurinn í kerjum út í sjó eða upp á landi, að það þá verið að auka vaxtarhraðan, að það verið að stýra betur framleiðslunni. Þannig að eins og bara aðilar sem vita miklu meira þetta ég, eins og til að mynda Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna, þeir komu með fyrir 20 ára síðan að eina leiðin til að fæða heimsbyggðina, það verið að auka fiskeldi og við eigum auðvitað að taka þátt í því. Og það náttúrulega hluti það sem menn eru bara búin að sjá á markaðinn og bara síðast í gær og sá við ennþá meiri hlutafélag komin inn í First Water og hvað eru 8 landeldið eitthvað sem Já, 6 samskosti, já. 6, já, allavega. Og svo náttúrulega einhverjir sem voru fyrir. Hvað þetta samt ennþá svona í, má segja starthólunum? Svona þetta, Þeir eru byrjaðir að slátra en uppbyggingafasin svo sannarlega til staðar og eins og kom fram á ráðstefnunni í morgun þá búist við því að bara á næstu 4-5 árum þá tvöfaldist magn fisks sem flutt út frá Íslandi og það náttúrulega mest þá sem kemur frá sjókvíaeldi og landeldi til viðbótar við útgerðina. Þannig að ef við náum því að fara úr segjum 400.000 tonnum af svona
bolfiski upp í 800.000 tonn, að þá skilar það alveg gríðarlegri verðmætaaukningu inn í samfélagið. Þannig að svona fiskvinnsla, hvort það er úr landeldi, sjókvíaeldi eða úr útgerð, verður sko ennþá stærri þáttur í okkar hagkerfi. Og það er áhættu dreifing hérna inn á milli, vegna þess að sjókvíaeldið hagar sér með öðrum hætti heldur en landeldi sem hagar sér með öðrum hætti heldur en útgerðin. Þannig að við erum að renna fleiri stoðum undir hagkerfið. En allt þetta þrennt notast við sambærilega tækni síðan við að vinna úr vörunni, komin á markað, flytjana og svo framvegis. Þannig að maður sér þetta sem afskaplega hagfellda þróun. Svona bara að lokum, en stór og opinn, af því að auðvitað kannski staðið smá styrum sjávarútveginn á árinu 2025, náttúrulega hækku veiðigjöld og ýmsar áskoranir í þessu, þó að ég held að standi nú almennt nokkuð vel, og svo ef við tökum inn í þetta landeldi. Hvernig er staðan á sjávarútvegi í dag og kannski líka þá í lokin svona til framtíðar með það sem við erum búin að vera að ræða? Já, staðan er svo að það vantar bara fyrirsjáanleika. Vegna þess að eins og Guðmundur Kristjánsson fór í gegnum í erindi sínu í morgun að á síðustu 40 árum eru búin að vera 6 forstjórar hjá Granda eða Brimi. Það voru frá 85 til 2005 4 sjávarútvegsráðherrar, en frá 2005 til 2025 eru búin að vera 10. Og það er alltaf verið að breyta og byrja upp á nýtt. Þannig að það sem vantar er fyrirsjáanleikinn. Og ef við fáum hann, að þá er alveg hægt að auka verðmætasköpunina mun meira. Það sem er erfitt er að þú ert í fjármagnsfrekum iðnaði, þú ert að fjárfesta til langs tíma, þú ert að taka lánsfé og hlutafé til langs tíma og svo er alltaf verið að breyta forsendur rekstrarins. Það er hættuspil, þannig að það sem ég held að sé ákallið frá greininni og að minnsta kosti frá einhverjum utanaðkomandi eins og mér, að þá er það bara fyrirsjáanleiki. Og ef hann er, að þá eins og maður sér hér og hefur fylgst með í gegnum tíðina, að þá er framtakssemin slík í greininni að þeir munu bara gera alltaf meira fyrir minna. Já, það er erfitt að svona fá á sig, hvað var að segja, svona breyttar áherslur þegar þú kannski er búinn að sökkva 4 milljörðum í nýjan togara til að taka eitthvað dæmi. Já, og svo er náttúrulega svona þessi fiskistofnar er svolítið brellnir líka. Ég meina loðnalæti vanta og það er búið að byggja nýja fristilínu í einhverju fristuhúsi, fjárfest í nýju skipi og svo ákveður kolmunin allt í einu og eitthvað. Þannig að það skiptir miklu máli að það sé ekki verið að hræra í kerfinu á sama tíma. Þannig að ef það er fyrirsjáanleiki, þá treysti ég því fólki sem er í þessu algjörlega til þess að vinna á ábyrgan hátt og skapa mikil verðmæti í greininni. Frábært. Heiðar, takk kærlega fyrir að koma og vera með fyrsti gestur hérna í dag. Við ætlum að reyna að vera eins og strætó helgar á heila og hálfa tímanum og eftir að vera hérna með miklu fleiri viðmælendur í allan dag.